Sýna ykkur hérna krakka hvernig við gerum þetta verkefni 2. Ég er komin hérna, ég ætla að renna yfir svona fljótt yfir það. En þið getur alveg notað þetta myndband og fylgst með hvernig á að gera svona það flóknasta. Byrja bara með hérna tómt skjal og, nei, ég er að ljúga, ég ætla ekki að byrja með tómt skjal. Ég ætla að sækja hérna skjal inn á þessa síðu hjá Jóhannu. Það er þetta hérna skjal sem heitir hérna vatn. Þetta er verkefni 2, þetta er vatn. Ég ætla að opna það. Og þetta er skjalið sem ég ætla að vinna með. Ég smelli hérna á Enable Editing og ég vil bara byrja á því að fara að vista skjalið á réttan stað. Þannig ég fer í File, Save As, fer hérna í Browse. Ef ég fer of hratt þá bara hægi ég á myndbandinu og síðan fer ég hérna, þú veist, finn ég hérna desktop, ég finn skólamöppuna mína, ég finn upplýsingateknamöppuna mína og ég visti þetta bara sem hérna 02 vatn eitthvað og save það. Þá er það komið. Ok, við þurfum að byrja á því að ná í svokallað design. Sem sagt í öllum PowerPoint forritum eru ákveðin design tilbúin og þau líta hérna út. Þetta er bara mismunandi bakgrunnar, mismunandi litur og eitthvað svona, en það eru fleiri designs til á netinu og við ætlum að fara og sækja eitt svoleiðis. Þannig að við förum inn í File og ætlum að búa til nýtt skjal og förum hérna og leitum að Watercolor Presentation. Þá er það hérna, smell á það, smell á Create. Ok, og þá lítur það svona út. Þá sé ég hvernig þetta design lítur út. Og ef ég smelli hérna á design, inn í þessu, smelli á þessa ör hér, þá get ég hérna Save Current Theme. Ég var búinn að vissi þetta, ég leti þetta heita bara Watercolor. Þannig hérna save þetta bara og þá er það komið. Og þá með ég bara loka þessu hérna skjali. Við þurfum þetta ekkert meira. Við erum bara að nota þetta skjal til þess að sækja designið. Þannig að við lokum þessu, förum þetta, förum sér hérna í design og þá sjáum við, þetta er komið hérna. Þá getum við smelta á þetta og þá fáum við þetta design, þetta Watercolor Presentation inn í skjali sem við viljum vinna í. Ok, herðu, hérna, núna erum við komið með þetta svona, við höfum að byrja að taka hennar vassdropa sem er á forsíðinni og cut hann, það stendur leiðbeining og cut er sem sagt Ctrl X, ef við erum að makka Command X, það þýðir að við erum að eyða hlutnum en við getum pasteað því, þannig að ef ég myndi gera núna Ctrl V, þá myndi vassdropinn birtast. Ok, síðan næst eigum við að fara í Slide Master. Ég ætla að útskýra hvað þetta Slide Master er. Þannig að við fer hérna í View og Slide Master. Svo þá kemur þetta eitthvað svona dót. Eitthvað allt annað. Og eina sem Slide Master gerir og ástæðan fyrir því við erum að nota það er svo að þau vil breyta allir skjalinu eða breyta ákveðnum glærum að þá er rosalega gott að nota Slide Master. Segjum við sér með kynningu sem er 20 glærur að þá er nóg að fara í Slide Master og breyta einni glæru þar að þá munu allt skjalið breytast. Til dæmis hérna getum við stilt fontið. Þannig að ef við fer hérna bara í fonts, það er eitt sem maður að gera og fer í App to Display að þá breytist fontið alls þar, ætti að gera það. Eða hvernig maður þarf að smella hérna þetta, já. Nei, þetta er valið. Ok. Síðan þurfum við að fara að setja hreyfingu á texta. Þannig að við förum í þetta hérna, sjáum hérna, þessi glæra heitir Title and Content, eða þess að gerðin af þessari glæru. Það er að segja, þú ert með lítið box hérna efst uppi, það er Title og Content er hérna stóra boxi fyrir neðan. Þannig að svona glæra kallast Title and Content og það sem við viljum að gera hérna, við viljum það að þegar við förum kynningu eða heldur kynninguna að þá mun þessi lína birtast og síðan ítur á öratakana til að fara í næstu glæru, þá birtist þetta og síðan birtist þetta og svo framvegis. Þannig ég ætla að smella á bara hennar ramma. Nú er ég búinn að smella á ramman og ég fer hérna í Animations. Ég geri Appear. Þá kemur einn. Þetta þýðir að þetta birtist allt í einu. Ég vil það ekki, ég vil bara birtist eitt og eitt atriðinu. Þannig ég fer hérna í Start og geri On-Click. Og þá sendur hérna
þetta mun byrtast fyrst, þetta númer 2 og þetta 3 og svo framvegis. Það sem við ætlum að líka gera er að peista þessari mynd og við setjum hana á title and content síðuna. Það hérna, setjum hana bara ekstra hérna og séum við líka setja hana á title only síðu og það svona síða. Svo þetta bara title. Þá peistum við hérna og höfum það hérna ekstra hér. Þá það komið. Þetta sem við erum búin að covera núna liður 1, 2 og 3. Förum núna á lokum master view. Síðan hérna, ef ég hoppa þessi yfir 4, þá þið bara að setja eitthvað titil hérna, nafnið ykkar hérna. Þið gerir það. En síðan þurfa að fara að setja síðuhaus og síðufót á glærur og notes and handouts. Ég útskýra þess eftir hverju munurinn á slides og notes and handouts. En við förum sérst í insert, maður smellir á insert og þá hérna header og footer að hægra megin. Hérna. Og header og footer þetta bara sem fyrir efst á glæruna og neðst á glæruna. Það eina sem það gerir. Og þetta eitthvað sem þú vilt að sé á öllum glærum. Eða langflestum. Oft ekki, það ævinlega ekki footer og header á forsíðu glærunni. Alveg svo með, þú ert að gera ritgerð, þá oft ekki header eða footer á forsíðunni. En ef við förum aðeins í gegnum þetta, þá eigum við að setja hérna á hverja glæru. Ef við kveikjum hérna á slide number, þá stendur númer glærunar og við eigum að kveikja hérna á footer og þar á að standa bara vatn. Og þá að ekki sýna það á fyrstu glærunni, ekki forsíðu glærunni. Og að sjá hvað meira. Síðan förum við í notes and handouts og þá á að vera date and time. Við ákveðum hérna hvernig hann á lít út. Ég ætla bara að velja þetta. Þetta Icelandic og þá updatast automatically. Það flott. Og síðan á hérna koma á header og þar á að koma nafn ykkar, áfangi og skóli. Síðan á að koma footer og þar á að koma verkefni 2 í PowerPoint og síðan bara apply all. Og bara sína ykkur hérna. Svo hérna vatn og slide number, hann gefur apply to all. Fyrir hérna. Sjáðu hérna. Sjáðu hérna vatnina. Og þetta hérna. Þetta footer í slides. Síðan þetta notes and handouts. Það auðvitað að prenta margar glærur á 1 A4 blaðsíðu og til dæmis dreifum bekkinn. Ef þú ert að gera kennsluleiðbeiningar eða eitthvað svoleiðis, þá notar notes and handouts og þar getur haft footer og header líka. En allir bara segja ykkur aftur hérna, þessi hérna, notes and handouts, þessi header og footer, þess að við gerum hérna eitthvað bull, þá sjá það gerist ekkert á glærunni. Þetta kemur bara í notes and handouts. Þegar við búum til PDF í lokin, þá sjáum við header og footer í notes and handouts. Ok, herðu, næst, það að setja inndrátt og text á glæru 2. Við erum með glæru 2 og eina sem inndráttur er að við þurfum að taka þetta hérna og ýta þessu til hægri. Þá getur maður að fara hérna í home, maður getur farið í þennan hnapp. Það stendur increase list level og þá gerist þetta. Og ég get farið með tilbaka, en þið getur líka bara, þú veist, fljótlegast, bara vera á réttu stað og ýta á tab. Ef ég ýta á tab, þá gerist þetta. Og tab, það er kannski gott að þið vitið, tab takki sem lengst til vinstra á lyklaborðinu, hliðin á Q. Þannig að við hliðin á Q tab og þið getur bara prófað, ég get farið lengra með þetta og ef ég vil fara tilbaka þá hætti ég shift Q, núna hætti ég shift og Q inni og núna fyrir Q. Þetta að sama og þessi 2 hnappar hérna, increase list level og decrease list level. Þið ráðið hvort þið notið. Síðan eigið að setja inn eitthvað shape, það liður 6. Þið finnið það út, það bara hérna insert og hérna eru shapes. Þið getur fundið út því. Liður 7 að setja inndrátt á hérna glæru 3. Það ekkert mál. Glæra 4 að setja inndrátt og færa þessa mynd eitthvað hérna. Græja það. Liður 10 að inndráttur líka
þið bara fylgið leiðbeiningunni í bókinni. En síðan kemur hérna glæra 6, hérna þurfa að búa til 2 SmartArt og 1 WordArt dot. Og ef maður vil gera það, hvað var þetta aftur? Var þetta ekki insert? Ég var að gera þetta rétt á. Jú, hérna er SmartArt insert. Og það sem við erum að gera er basic process og hérna eru process, það er hérna, og þetta er í smetla á þetta, þá stendur hérna basic process. Og ég bara gera það, þá kemur þetta og þá get ég skrifa hérna eitthvað, skrifa hérna eitthvað og get bætt við og skrifa eitthvað. Og ég get sem tekið þetta og ég get stækkað og fært til og eitthvað svona. Það var líka annað SmartArt sem var process, step up process. Það er þetta hérna. Þetta er step up process. Virkar alveg eins, kemur svona og setur hérna einhver texta, hérna texti og við bætum einu við, setjum texta og síðan bara breytum við stærð og færum þetta til eitthvað svona. En síðan er ég að gera WordArt, segi ég. Þá gerðum við í verkefni 1. Þá fer maður bara hérna á netið, wordart.com, create with AI og start from scratch. Og hérna setjið þið orð sem var á þessari glæru. Eins og sjór, brim, snjór, klaki og eitthvað svona. Og síðan ráðið þið lögunni á þessu. Og ég fór bara hérna og leitaði water. Fann hérna dropa. Það var það tilvalið. Og síðan bara generate. Og þá var ég komið með þennan fína WordArt masterpiece. Síðan bara fer ég í download eins og ég gerði fyrst. Ég get tekið hérna JPG eða PNG, það skiptir ekki máli. Ég sæki það, skrolla hérna niður. Download SQ image. Ég opna það og síðan þegar ég er búinn að opna það, þá ger ég bara Ctrl+C. Þannig að núna er ég smetla Ctrl+C eða Command+C. Fer yfir í PowerPoint, Ctrl+V eða Command+V og reshape það. Síðan kemur að exporta þessu í PDF, það er liður 13. Þá förum ég í fæl og förum hérna í, fyrsta lagi ætla ég að byrja að vista skjalið. Ég ætla að vista þetta skjal og ef þið viljið vista skjal í staðins að fara í fæl og eitthvað save, þá held ég bara Ctrl-inni og ít á S. Ctrl+S er stytting á save. Mjög sniðugt að gera þetta bara reglulega þegar maður er að vinna í tölvu, vista skjöl jafnóðum. Þannig að á Makka er þetta Command+S. En ok, förum hérna, nú erum við búin að vista PowerPoint-skjalið. Förum núna búin til PowerPoint. Þá förum við hérna í File og Export. Og förum hérna í næsta efsta Create PDF XPS Document. Og smellum á Create PDF hérna. Þá kemur upp valgluggi. Og við veljum stað. Við förum í desktopin, við förum í möppun okkar réttan stað. Við höfum haka við þetta hérna, open file eftir publishing, við viljum sjá hvernig það lítur út. Við smellum hérna á options og hérna viljum við publisha hvað? Við viljum publisha handouts og við viljum að það séu 3 glærur á blaðsíðu. Við viljum að það sé rammi utanum glærunar og síðan bara förum við OK. Við gerum publish. Og núna sjáu þið, þegar þetta birtist hérna, að þá sjáu þið hérna, ef þetta myndi nú koma, þannig kemur þetta, sjáu þið þetta hérna. Hérna er headerinn fyrir hana notes and handouts. Og sjáu hérna, við skrolla niður, hérna er footerinn. Ég gerði bara eitthvað bull. Þarna á að standa, þú veist, eitthvað nafnið ykkar og áfangi og nafn skólas og eitthvað slís. Þetta, það sem við erum að horfa hérna, þetta eru notes and handouts. Þetta eru bara þegar þú æfilega prentar þetta út. Þegar þú ert kennari, þá er það mjög gagnlegt að gera svona prentugglærur. Herði, vistið þetta og hérna skilið inn bæði hérna PDF og, nóga skilin PDF. Já, ok, thank you.